Í nánast öllum aðstæðum þá setjum við upp grímur sem spila ákveðið hlutverk. Og við getum skipt grímur alveg eins og það hentar okkur. Gagnvart vinnufélögum, maka, foreldrum, börnum út í búð. Þetta er mjög mikilvægur hæfileiki til þess að passa inn í, tilheyra, vera með, vera samþykkur og finna til öryggis. Og þetta birtist í því hvernig við komum fram, hvernig við tölum og hvernig við sýnum öðrum. En þetta er ekkert endilega okkar sanna sjálf. En eins og ég sé þetta, þá hafa grímur mismunandi þykkt. Því að þykkari og ógagnsærri sem þær verða, því minna hleypum við fólkið að okkur og því minna tengist við þeim. Og sum okkar hafa borið grímur svo lengi að við verum farin að halda að við séum þær. Þær verða hluti af sjálfsmynd okkar og við fólki sjáum það sem utan á en Guð sér hjartað. Því það er opið hjarta sem býr til nærveru og tengsl. Nærveru og tengsl geta ekki átt sér stað á yfirborðinu. Og það er leiðilegt að segja það, en ef þú berð mjög þykka grímu öllum stundum, þá getur engin tengsl þér í alvöru. En þetta er og var leið til þess að vernda þig og er ekki til þess að skammast þín fyrir. En kannski er komin tími til þess að allavega pússa þykkt grímunum niður og jafnvel sleppinni alveg stund. Og það er áhugavert að velta fyrir sér hver maður er án þessara gríma. En hvað sem það er það raunverulegt og við elskum raunverulegt. Við viljum tengjast því og við viljum tengjast í gegnum hjörtun.